Ok, þá við ætlum að kynna þessa aðferð sem heitir Design Thinking á nokkrum lærum. Þessi aðferð byggist á nálgun hönnuða við til að skipuleggja. Hún notuð það er aðferð sem hönnuðir hafa verið notað gegnum tíðina að skipuleggja nám. Og eins og þá í þessari aðferð lögð mikil áhersla á að reyna að finna frumlega lausnir á viðfangsefnunum. Að reyna að brjótast út úr því sem við erum vön að gera og þröngum skilgreiningum og stöðlugum lausnum. Horfa frekar á svona frumlegar og jafnvel skemmtilegar lausnir. En þetta kannski virkar þannig á einhverja að þetta sé bara eitthvað flipp og fyllir í. Þannig því að þessi aðferð að líka þá sé svona að leita frumlega lausna, þá er hún skipulögð og öguð og ferlið er tiltölulega afmarkað og ákveðið. En Hildur, ætlar þú ekki að taka næstu glæru? Jó. Já, eins og sagði þá er þetta svona agaferli og þetta eru 5 svona þrep sem farið í gegnum. Hvort sem við fáum einhverja fyrirfram ákveðni eða hvort við bara setjumst niður og ætlum að búa til eitthvað. Fyrsta þrepið, þá fáum við nokkrar spurningar, hverjum hjálpa, þurfa við bregðast við ef við reynum að vilja verða. Það eru þessar spurningar þarna í fyrsta þrepinu sem við þurfum að velta fyrir okkur. Önnur spurning eða annað þrep er skilgreiningar og þá þurfum við að afmarka og verkefnið sem við erum að vinna af. Við þurfum að finna út hvað er að og það getur stundum komið fram í ferlinu að það sem við héldum í upphafi að væri af er kannski ekki það sem er raunverulega að. Þá komumst við að kannski annarri niðurstöðu heldur en við erum með í upphafi í sigti. Og svo hvað viljum við gera til að laga þetta og hvað getum við gert til að laga þetta. Og þá erum við leiður okkur bara beint að 3. punktinum sem er hugmyndamótun og það er eins konar hugstormun. Við leitum við lausna og við látum bara eins bara kossa á blaðið eins og okkur dettur í hug. Tryggvi sagði að geggja væri gott tilfelli. Og þá höldum við bara áfram. Auður, þú ætlar að taka næstu glæru. Já, takk fyrir það. Ég ætla að tala frummyndagerðina eins og félagameinir í hópnum hafa komið. Þá er Design Thinking aðferð sem er sótt til hönnuða. Það er leið sem að þess fallin að sköpun og fjölga góðum hugmyndum. Þessi hluti af ferlinu sem ég er hér að tala felst í því að koma hugmyndinni sem að vinna með úr kolum og niður í hendurnar. Þannig má í raun að hugmyndin sé hlutgerð og sett í þrívídd. Það mætti vera